Núvitundarþjálfun sögð hafa jákvæð áhrif á vellíðan, bæta heilsufar, draga úr streitu, kvíða og jafnvel depurð. Gerður Rós Kjaldadóttir kennir í dag krakkajóga. Hún einmitt með einn hóp í tíma hér á leikskólanum Hólmasól. Við skulum líta inn og fá að fylgjast með. Ég alltaf að heyra orðið núvitund. Geturðu sagt mér eitthvað hvað það þýðir? Já, núvitund ég lít á núvitund sem hugleiðslur, bara annað orð yfir það. Það það sem við erum að tengjast okkur sjálfum, líkamannum og finna bara fyrir okkur. Það held ég sé svona aðalatrið í núvitund. Og hefur núvitund eitthvað með krakkajóga að gera? Já, alveg fullt. Við erum bara að vinna með núið að vera hér. Við til dæmis hugleiðum, við köllum það bara hugleiðslur, staðan fyrir núvitund, þetta samt alveg að sama. Og þau eru einmitt læra að tengja sjálfum sér. Hvenær snerið þú þér að jóga og hvers vegna? Ég sneri mér að því 2007 eitthvað. En það var strákurinn minn, hann er með Asperger og vantaði eitthvað svona fyrir hann að gera. Þannig að ég byrjaði að búa eitthvað svona til, svo hann geti fengið að njóta sín. Og það var að skila sig vel? Já, það gerir það í dag, en hann er 13 ára í dag. Fyrst þá gekk þetta kannski ekki út þegar ég var mammans. Og ert þú að kenna í mörgum leikskólum krakkajóga í dag? Já, ég fer eiginlega bara út allt. Þar sem foreldrafélögin taka mig inn og vilja, en það er svona einhver vakning í dag. Og finnst þér þetta að vera að skila sér, þetta að fá góð viðbrögð? Mjög góð viðbrögð, þetta er bara æðislegt og ég er að heyra að foreldrum út í bæ að börnin eru að hugleiða heima og gera þessar möntrur, ég nota svolítið möntrur. Hvað er mantra? Mantra, ég lít á möntruna í krakkajókanu sem þetta er sjálfstyrking, þetta eru orð sem við erum bara að styrkja sálinn okkar og þetta er mikið af endurtekningum og við tengjumst okkur sjálfum svo mikið þegar við erum að fara með möntrur og notum hreyfingu og söng saman. Ég hef heyrt ýmsar kraftaverkasögur krakka sem átt í erfiðleikum með einbeitingu og jafnvel hegðunarvanda. Hefur farið að gangi eitthvað betur með krakka sem að fara að stunda jóga? Já, ég hef kannski ekki sjálf gert rannsóknir á því en ég veit að krakka sem eiga við einhvers konar hegðunarvandkvæði eða einhverf og athyglisbrest og ýmislegt svoleiðis, þau ná í þessum tímum að vera með og alveg á sínum forsendum og ná að tengjast sjálfum sér og ná að slaka á og þetta er ótrúlega magnað. Hvað þurfa börn að hafa stundað jóga lengi til að það fara að skila einhvernum svona árangri? Sko, venjulega er það bara strax, þurfa ekkert að hafa stundað neitt lengi, en svo það sé markvisst, eins og fyrir krakka sem er að glíma við eitthvað, þá þarf það helst að vera svona 5 skipti og svo getur maður fara að sjá. Myndir þú vilja sjá jóga innleitt í námskrá leik- og grunnskóla? Alveg hiklaust, þetta er bara mjög mikilvægt. Telur þú að það myndi hafa einhvern svona samfélagslegan ávinning? Já, ég tel að því fyrr sem börn byrja í jóga eða að tengja sjálfum sér nái þá að finna sér þá leið eins og krakkar sem eiga erfitt félagslega eða eru með einhver svona vandamál að þau hafa þá einhverja úrlausn staðinn fyrir að leita í eitthvað annað. Þú kennir ekki bara krökkum, þú hefur líka verið með jógatíma í fangelsinu hérna á Akureyri. Sýna fangarnir þessu mikinn áhuga á krakkarnir? Já, alveg klárlega. Það er ótrúlega gefandi og þar eru fangarnir náttúrulega svo innilokaðir og við náum að fá útrás og einmitt að tengjast okkur innra ljósi eins og ég kalla það og einmitt við þurfum svo mikið að fyrirgefa sjálfum okkur og þannig að þetta er alveg ótrúlega mikið hannig. En svona rétt að lokum, jógahjartað, getur eitthvað sagt mér frá því? Já, jógahjartað er verkefni sem Arnbjörg Kristín hefur verið með þar sem við vorum þau eru að kynna jógaðinn í grunnskólum og í fyrra vetur þá vorum við 4 grunnskóla inn á Akureyri
og draumurinn náttúrulega að skólarnir kalli svo á okkur. Því næst heyrðum við í Ólínu Aðalbjörnsdóttur, leikskólakennara, og spurðum hvort jógakennslan væri að koma börnunum að gagni við að ráða við áreiti í frjálsum leik. Já, meðan þau eru í jógatímanum, við erum með þetta tímabundið við erum með þetta fyrir áramót, búin að vera nú í 2 ár og þá eru þau að nota þetta svolítið í leik. Þetta er að koma inn í tíma á tíma. Getur eitthvað sagt mér hvort að líðan barnanna sé eitthvað að batna við að stunda jóga? Ég kannski ekki dómbær á það hvort að hún er að batna en hún er allavega mjög góð með þau í þessum tímum og ég trúi því að þetta gefi þeim slökun og skilja sér áfram út í lífið og leikinn. Er ekki rosa gaman í jóga?